Heyrist í mér nú? Já, ég er bara að tala þá. Jæja, menn að fá sæti. Það er allir klári í bátana. Það eru Andrés heiti ég, Andrésson og einhver, ég þekkir nú einhver andlit hérna. Ég er alltaf, ég er vörustjóri fyrir aðgangs- og dýrasímakerfi hjá Ískraft, eða dýrasíma aðgangskerfi, eftir hvernig maður talar um það. Og ég starfa í fyrirtækinu í 16 ár og eru vörustjóri fyrir þetta kerfi núna, ja, það er komin 10 ár. Og þetta er alltaf að aukast og það eru einhverjir hérna inni sem hafa verið að kaupa kerfi af mér og held að það bara líka það vel. TCS er þýskt fyrirtæki og eina sem þeir gera þeir framleiða dýrasíma og þeir sem fara á Lightning Building þá hérna verð ég á básnum þar og það verður kannski ágætt að vita það á eftir þannig að við getum hist á básnum af því það er, þeir vilja fá sem sagt heimsóknir til sín til að geta sýnt það sem er í boði hjá þeim. Það sem þið sjáu hérna stöðuna sem þið sjáu upp á vegnu þarna, hún er hlutaðan er þarna, það er sem sagt sambærilegt. Best að keyri bara slideshow hérna áfram. Sjá, að finna músina hérna, svona. Þeir bjóðu upp á sem sagt vídeokerfi, 2 víra, 6 víra og EP-síma og 2 víra er alveg ný tilkomi hjá þeim. Og þeir hérna eru sem sagt, þeir segja að þeir eru með 6 víra útistöðar en það eru sem sagt, það eru 2 vírar sem fara frá svona konverter yfir í allir nettækin. Já, hérna þetta til að leipa með þetta. Og þið sjáu hérna það sem er í boði, þetta eru utanleikita stöðar sem þið sjáu hérna á borðinu. Það eru þessar sem eru hér, þær eru einum upp í 16 knappa og eða það stærri þá þarf að vera stækkanir. Þannig að það sem eru á borðinu hérna líka. Þannig að verið framan Ívar. Svo er hérna til með kódlokk og þetta er upp í 10 númer og menn spyrja mig oft, ja 10 númer, hvað ég menna við erum 15 í húsinu. Þá segi ég, ok, þið bara látið blað að því það vil enginn segja númerið sitt. Ég myndi aldrei segja Jóni númerið mitt og Jón myndi aldrei segja númerið sitt þótt að vera með sama númer. Þannig að þetta er bara rökið þeirra. Svo er náttúrulega innfjöldustöðarnar, svo er hérna, eru þessi nýja hérna, þetta er ATA, eða ATX hjá þeim og hún er með, sem sagt, eins og við sjáum það eru 5 hnappar hérna hægra megin og þið fletti skjánum með að íta á örvarnar sem eru hérna til hægra að vinstri og þið eru bara að finna númerið og það sjáu þið að þá ítið bara eitt af þessu 5 hnappum ef þið sjáu þið íbúð 1 er efsta þá ítið á efsta hnappin svo kolli og þetta getur allt upp í 40 íbúðir. En eins og ég sagði þeir eru byrjaðir að fara í 2 víra kerfi, þeir eru í 6 víra kerfi í dag. Ég fíla 6 víra kerfi betur á því leiti að það er mjög auðvelt að finna einhverja svona feila, menn svona tengifeila af því í öllu kerfinu eru þessir svo kallaðir vídeodreifar og þeir þekkja það sumir sem hafa verið að vinna með þetta hér að svo ég sýna okkur bara hérna að það er vídeodreif sem heitir 4-faldur og vídeodreif sem heitir 2-faldur. 2-faldur það er náttúrulega bara 2 íbúðir, 4 er náttúrulega 4 íbúðir. Og það er hérna á hverjum dreifir eru sem sagt 4-faldum eru 4 output og 1 input. Inputið þá fer það bara milli dreifara. Í þessum outputum fara innitækin og þetta er náttúrulega merkt þá íbúð 101, 102, 103, 104 og ef það eru tengifeilar þá er alltaf hægt að fara og rekja sem eitt. Það er bílun í 101, þá ferður bara hérna beint niður og finnur það strax. Þetta er svona það sem ég svona
hyllist betur. Eina sem kannski maður hefur heyrt að menn eru ekki sáttu við að tengja hérna á milli, en ég er búinn að sem sagt biðja þá að hvort ég get ekki hannað að það til hjá þeim í vídeoskiptir svona RJ45 plugg á milli. Þá það easy, það mjög auðvelt, bara pluggað yfir næsta vegna þess að þá hefa það alltaf þessar 6 víra í íbúðunum, þá alltaf að finna raunir tengifil í hver íbúð fyrir sig. Það sýnir okkur hérna mynd af tveggjavírakerfi. Það svona. Þetta myndin á tveggjavírakerfinu. Þið sjáið raun og veru, það eru 6 vírar hérna yfir í konverterinn og hann síðan fara 3 vírar yfir í hérna stykki sem heitir NVFF. Það er hérna einhvers staðar. Að sjá, geta láta að ganga. Hvað setti ég? NVFF hérna einhvers staðar. Að sjá. Alltaf hérna, þetta glemt að taka það upp úr. Og það þetta breytir að veru semst litla stykkið. Það breytir hérna 6 víri tveggjavíra og það er svona stórt. Það er svona lítið, við skulum fyrir að orða það þannig. En það sem sjáum hér að þá þetta tengimynnar hérna, kemur þetta hérna, svo eru bara 2 vírar. En ef einhver tengivill verður, og sjáu hvað sem ég að tala er það að þið eru með 8, í þessu tilviki 6 íbúðir, það að vera með 8 íbúðir á einu svona stykki, að það þarf að rífa allt úr sambandi. Það er svona eina sem ég sé við tveggjavírakerfi, að það menn að taka þetta úr sambandi og þá getur þetta tengivill. Þannig að þetta svona það sem ég sé. Eina, en alltaf tveggjavíra maður fljótar að tengja það, en aftur á móti kemur það á móti að ef það eru tengifeilar, að þá kannski hans erfiðar að finna það. En eins og staðin núna þá ekki komið 2 vírar frá útistöð, kannski kynnar light and building, ég veit það ekki, ég vil ekkert segja mér, en allavega eins og að þá þetta ekki í búði, nema svona. Og þetta star tenging, stjörnutenging. Hérna sjáum þið AMI-stöðarnar, ef þið keyrið niður Laugaveginn, ekki hægt að keyra hann upp núna og niður. Já, það er þetta ruglað þessu. Já, en þetta allan þessi bónus það inn í skotinu, þá svona pillar, eins og kallað, og þið getið bara leyft að ganga að finna hvað þetta heavy, og þetta hérna á lömum. Og það eru svona einingar settar inni, og það þetta að hafa þetta allt upp í 5 einingar, jável 6 og jável fleiri því sjáum þess að þarna, og þið getið haft hérna, það þetta að setja inn í þetta puttaskanna, það þetta að setja afgangskerfi inn í þetta, og svo sjáum við hérna næstu glæru, þá sjáum við einingarnar, segja hérna, það er fingraskanni, information module, kamera, og það að fá hana bæði í 180 gráðu kameru og 90 gráðu kameru, ljós, svo svona dummy módul, og ég lesi þetta hérna á keyboard módul. Þannig að hérna, þetta afgangsdæmið, þannig að það eru miklu möguleikar í þessu. Þessi stöður? Já. Og hægt að setja í hann einfalda veltutengi? Góð spurning, ég bara veit það ekki, en ég skal spyrja það úti. Það væri mjög sniðugt. Í innustöðunum, vídeó, þá eru þetta stöðarnar. Þessi hérna, þessi basics, þessar 2 basic stöðar. Svo kemur Sky, það getur látið þetta bara ganga hreinlega. Þetta glerstöð, og svo sjáum við hérna, og hinn hérna. Og það allir með
sem sagt stærðin er 3,5 en það er hægt að fá þar sem sagt eins og sem svört er hægt að fá hann upp í 5 tommu. Þá er hann aðeins stærri sig. Og eitthvað sem ég taki eftir að það er annað merki á hérna svörtustöðinni en það er fyrirtæki sem er eiga líka. Þetta er svona, þetta er eingöngu ál og það eru hérna, ég er búinn að sjá það búa til eina stöð og þá er þetta bara svona álklumpur, sirka eins og svona, aðeins minni, svo bara fræsar allt inn á honum. Þannig að svo endur nýta þeir þetta aftur, bræði þetta, endur nýta í næsta. Audio útistöðunar, audio kerfið, eru 2 til 3 víra, það fer eftir stærðinni á kerfinu, þá er þetta 3 víra frá útistöð, heima spennir og svo 2 vírar upp. Nema og sett kannski komin í langa leiðir, þá er mjög gott að tengja 3 víra, sem sagt A og B og P. P er powerið, A og B er bussin, það er talið og svo opnunin. Þetta eru stöðarnir sem bjóðu upp á. Ef þið farið ekkert með í kalda, í hérna, þú er farað að hún gera það ekki, hérna í Björnböðin, þá er svona lítil stöð, þetta er útistöð, hún er 9 cm á hæð, eða 9,9, hún er 5 cm á breidd. Og hún er hérna, hún er í kalda, þannig að það var fyrirspurn hvernig var þetta að leysa að kalla eftir bjór. Þannig ég seldi 7 innustöðar og 7 útistöðar og 1 innustöð. Þannig að þeir hringja bara frá útistöðunum innustöðunum til að byrja meiri bjór. Þannig að það eru alveg hrikalega flottar og þær passa rosalega vel í þessi gömlu hús í Vesturbænum, þar sem þeir eru mjóir póstar. Þannig að, og við getum fengið allt upp í 8 nappa. Svo er þessi típiska hérna pakk og það kemur, semst í þessu þá kemur þetta með hérna innitækjunum og þetta kemur allt forritað. Og öll tæki frá mér fara forritað frá mér til viðskiptavinarins. Ég sé að forrita stærri kerfin og þetta kemur allt forritað. Svo er þessi pes hérna, þetta pes, það er þessi hérna. Sjá hérna fyrir framan ykkur, ég láti þetta bara ganga, þetta hérna. Og svo er innfeldarstöðin. Ég átti bara einhver stöð nema niður í vinnu til að sína, hún er först upp á vegg. Svo sjáum við stækkanirnar. Þetta er upp í 20 og ef þið farið yfir 20 þá er þetta að hafa stækkanir og þar er alltaf jafn stórar og hérna útistöðin. Þannig að þið getur náttúrulega fengið stærri nema að það er betra en að hafa þetta þannig að það er jafn stórt þótt að 2 kannski hnappar séu auka. Það sem breytir ekki neinu. Það er enginn að fara íta á hnappar sem eru ómerktir. Innistöðarnar, það er það hérna, þetta er nýja stöðin hérna frá mér, þetta er stöð sem var forverin og þetta er svona meira það sem eldra fólk er. Það vill hafa eins hérna, það vill hafa tólið til að geta talað í. Og maður geta þess að þessi stöð og vídeostöðin, það hluti eitthvað svona 2017, eitthvað design award eitthvað frá þeim. Síðan kemur að þessari línu sem ég var að tala á, þessar svört innustöð sem heitir Carros og það er einn maður í Íslandi með þessar stöður heima á sér. Hann er með eina svarta og eina svona ál, eða svona álitað. Og það er hérna, og svo er hann með 4 innitæki og allt tengt í gemsa. Þannig að, og þessar stöður er þetta að fá með án hérna vídeo og svo er þetta að fá allt upp í 1000 íbúðir en þá er það svona snertidæmi. Þetta er bara upp í 3 en síðan eftir að þú ert að fara í starra og þá ertu komin í snertidæmi og það er þá orðið IP-stöð og
Ég held að þau sögðu við mig allan að minna útistöðuna kosta 800.000. Einn svona fletti fyrir 1000 íbúðir. Það er orðin að Wi-Fi tengt það. Já, þú getur alltaf tengt við allar þessar stöðvar getur tengt Wi-Fi. Eins og hérna niður til dæmis í Höfðatorgi. Þá allar íbúðirnar tengdar við Wi-Fi og allar tengdar við lyftur. Þetta er allt harðvírað. Allt harðvírað, já. En það geta allar tengt Wi-Fi. Já. Þetta er bara svona ein eining sem í kjallarannum. Að rátir þar við hliðina. Og svo kaupir þú bara aðgang að skíinu. Og það einhverju 1 evra á mánuði held ég. Þannig að einmitt að þú átt eina íbúð af 15 Já. og það er sett upp svona kerfi. Já. Þá getur þú tengt þar íbúðina þína við Já, sem síma til. Já, bara ekki að sinn. Og það eru allt upp í þessar 10 notendur. Það eru 9 notendur, 10. notendin er einingin sjálf sem að gefa signali frá sér. Svo Er þá app á bakvið það, þannig að ef ykkur ringir með írisinn, þannig get opnað fyrir ykkur Já, talað, opnað. Ok. Og í þessu kerfi getur þú líka fengið semst að tekur myndir af þér. Þegar þú ringir, þá kemur svona, þá tekur þú mynd af þér. Þannig að, og viðkomandi veit það ekki. Og í þessu stöðvum ekki sem sagt, kemur ekki svona flassandi ljós í myrkri. Af því það er infrared og það nemur raun og veru myrkri. Það er bara sama hver dinglar, þá tækja mynd af þessum að... Já, ef þau eru með eininguna með ykkur, í tengda sko. Já. Og það sem náttúrulega í þessu líka að góða kannski að það kemur ekki svona alveg, þú veist, flass framan í að því flogaveikir, ef þeir fá flass framan í sig, þá fá það kast. Það er ein kona í fjölskyldunni af mér, hún er flogaveik og svo var partí heima af bróður mínum og mákurinn minn fór að taka mynd, tók með flassi, þetta tókst ekki nógu vel, tók aftur, þá kom flassi, hálfu myndu sé að það bara flög hún að stólum og fekk flogakast. Þannig að þetta er svona, það hefur svona kost og galla. Þetta hefur maður aldrei heyrt. Nei, þetta er samt þannig. Þetta er bara heilmikið mábyrgð þá sem það eru... Já. Það er einhver gæla flóðveiki þar sem þú færð bara, að þú færð svona snöggljós framan í þig, þá getur það valdið flóðveiki. Þannig að ég ætla vona ekki að sé flóðaveikur hérna. Ef ég fer að taka mynda eftir. En þetta er svona það sem menn alltaf þekki þetta. Menn hafa keypt mikið, ég sé hérna nokkar sem hafa verið að kaupa kerfið mér. Hólmgeir alltaf seldi þetta fyrir norðan. Þekki kerfið vel. Og hérna en bara málið með þetta kerfi að þeir segja eftir 20 ár ef innistæki bílar þá getur skiptið út fyrir nýtt. Skiptir engum máli breytingin og við settum upp fyrsta kerfið, við tókum þetta på 2006. Það var fyrsta íbúðin á Völlunum í Hafnarfirði, það er fyrsta blokkinn 26 íbúðir og það er fyrst núna að vera að skipta eitt innitæki og það verður bara tengt og svo er það bara forritað. Sama við. Það er allt tengt serialnúmerum þannig að og minniskuppurinn sem sagt minnið í tækinu ef minniskuppurinn eyðilegst þá er hann nú sjá er ekki með þegar þú opnar eina svona þegar munið eftir það kveikti inn við Breiðholt það var ný blokk eða leiðum að kynni Breiðholt hvað heitir þetta eitthvað stær í Fellunum já það ekki já þetta er eitthvað 2 ár síðan held ég og það er svona og þeir sprautuð á stöðvarnar á stöðvar frá mér og það var eina sem ég ætti að gera það er alltaf kveiknaði stöðunum ég tók minniskuppun úr setti nýju stöðun að virka 100% þannig að ég sjá hérna litla ég taki þetta úr þá er þetta minni í stöðinni þannig að það er alltaf hægt að færa á milli stöðvana þannig ef einhver eyðileggur stöðina og þá taki ég bara kuppin úr setja nýju stöðina þá er forritinu komin þannig að forritinu heldur svolítið nema að skemmi kuppin þannig að þetta er svona að mér langar samt að sína ykkur hérna þegar vilja alltaf þegar maður heldur kynningar þá fær maður alltaf mail það sína þetta
Ég ætla bara að komast á vídeóið. Hérna, hvernig kemst ég, maður sjá, hérna og YouTube, eða ekki? Já. Sem er hvar? Hérna, sem. Getur þú sett það hann inn eða? Nei, þú verður að starta þig bara þetta. Það er bara í drafsveita. Já, hérna. Sé ekki hálfa sjón hérna. Það sværi bara beint inn í TCS, það er betra bara. Já. Það er ég með slóðina. Þetta er heimasíða þeirra. Og sjálfsög hann að Lighting Building. Þeir verða í höll 11. Þannig að hverjir eru að fara til Lighting Building hérna ef við myndur eftir pöndi eins og þessi ykkur kennari? Já. Ok. Þetta er bara að vera að sýna raun og veru að því menn alltaf segja að þeir eru stöðunar að ræka þetta þá sjáum við svona að þeir eru hvernig þeir testa þeir. Þetta eru höfðastöðunar. Þetta er í Austur-Þýskalandi gamla. Þetta er gamla pillarinn hérna sem er hættunum að það komi nýja hérna AMI-stöðin. Eru þið svona að kaupa uppskala? Er það eitthvað í gangi? Nei. Nei. Það er ekki. Það er bara myndavélum. Já. Og öll innitækinu er sett saman í höndunum. Þau eru ekki sett saman í vélum. Hver? Innitækin. Já, framleiðsla það þessu. Já. Ég get nú ekki séð þessi alltaf að gera þetta en ég er ekki séð að gera þetta því ég er hérna úti. Þannig að og það er alltaf að panta sem sagt custom made hvaða lit sem vill, það er hægt að skera í þar nöfn ef menn vilja. Þarna sjáu þið serialnúmerinn þarna. Þarna sjáu þið hvernig þið testað.
er ekki stytting vinnuvinna á þeim sko. Og svo er hérna svona verkefni sem það verið með. Þetta er í Svartaskógi þarna, ég farið þarna og þetta er þarna að gera karrósinn. Og Sídli er bara hinum með við, maður getur hort á Sídli bara hinum með við hérna fjallið. Þetta var gert, þannig að Ísland ekki komið inn sko, þannig að. En annað, núna ég er búinn að taka inn annað umboð sem er, þessi menna sem verður að kalla eftir. Og það er frá Þýskalandi líka. Og það er hérna, heitir La Onda, eða semst fyrirtæki heitir La Onda en þetta heitir Era. Og það er það sem er með 7 tómmu skjá. Það eru 2 vírar, bara svona. Það er að tengja við þetta hérna útikameru, IP og þetta er að fá beint í gemsa og það er ekkert mál að tengja þetta. Er þetta ekki kameran á svart? Þetta er kameran hérna. Hérna. Já, þú getur tengt aðra kameru bara við það. Já, við tengt bara útikameru og maður getur fengið þetta svart og maður getur líka fengið þetta í hérna svona álitað og bara ég vil koma hérna upp og prófa þetta sko, þetta er easy peasy. Nú hringi ég og ég komi með hérna í gemsaðan, sé hver þetta er, halló, tala, því ég er með á silent, þá er hérna, svo get ég opnað, tekið mynd og lokað á hann. Og það er svo auðvelt að tengja þetta. Þetta er fyrir bara einni íbúðakerfi. Þetta er upp í, við erum með 140 íbúðir á einn útistöð. Og það var að vísu svona öðru vísi, stærri útistöð. Og til þess að forrita, það þarf að ná í app í síman, það þarf að hérna skrá sig inn, e-mailið og svo lykilorð, staðfesta lykilorðið, senda, þá farið e-mailið hérna númer sem þú skráir inn í þetta, það sem þú varst að skrá þig. Svo ferðu bara hérna í settings, ferð í cloudið, nærði appið, íti hérna appið, myndavél, sjá, svona, og QR-kóð, komið. Þetta er eina. Þú borgar þú mánaðarlega fyrir? Ekki neitt. Kostar ekki neitt. Já, og sér, ef þú hringt, þá sérðu tíma hvernig viðkomandi hringir, hvaða dagar hringir og hún vistar. Getur þú skoðað aftur tíma? Já. Hvað kemur hún gömur?
Ha? Hvar geymur hún gögnin? Hérna, ég held að þetta sé einhverjar 30 myndir held ég. 7 tómur skjár, mjög þægilegur, fletti skjár. Er þá SD-kort í útstöðu? Þú getur sett STS-kort hérna til að vista betur. Auðvelt, bara 2 vírar. 1 svona. Fyrir svona 1 íbúða dæmi. Ef þið viljið fara í stærra, þá eru það dreifarar og þeir eru RJ45 tengdir á milli. Og það er að vera með 8. Það eru semst, hver dreifar er 8-aldur og þú getur með 140 íbúðir á ortu með nokkra dreifara. En þetta er að nýja sem ég er að koma með og þetta verður vantanlega Facebook-leik. Það verður svona gefið í næsta mánuði held ég. Verður Facebook-leikur eða farin í ískraft.is ískraft Facebook-síðuna, gætu unnið og svona pakki myndi kosta, þetta er eitthvað yfir 100 áskallin. En þetta er eina íbúð, já. En þetta er náttúrulega eins og þetta er, þá er þetta innfellt. En ég er að vinna í því að láta smíða kassutunum fyrir mig. Svo er þetta með svona skinnjara, þannig að þú kemur nálega það kveiknar á spjaldinu. Og svo kosturinn þetta líka er að, ég var með einhverstað, með lykilinn minn hérna, þá er þetta líka með aðgangi inn. Getur þú tryggt að reyfiskinn þannig að hún taki upp mynd? Nei, það er bara legur hringir. Bara legur hringir, já. Það var að geta tengt fleiri myndir að vera við þetta kerfi. Já. Þú ert með semst IP-myndaðalar, þá ertu með RJ45 tengi aftan á og líka hérna náttúrulega til þess að fá þetta upp á skjáinn og þið eru með raun og verið hérna þá eru þið raun og verið með kameruna hérna. Það er að taka upp á henni. Hérna sjáu þið raun og verið allt sem er búið að vera að gera. Það er auðvitað hreins út og það er hægt að hérna er hægt að fara í kameruna, það er bara engin kamera til að taka upp sko. Þannig að Það var að kamera frá þeim eða ekki sem að það nei, bara IP-kamera. Er þetta með POS? Já, þú náttúrulega setur POS, já. Ok. Þetta er IP en samt raun og veru dreifarnir bara 2 víra en þú þarft ekkert þú tengir þetta bara skrúar bara með skrúu bara niður í kjallara skiptir engu máli. getur um fleiri en eina útistöðu. Já. 4. Já. Og þær eru þær eru við sem er svona snerti og það er alltaf stærri en þessar og þessar getur við fengið svartar, getur við fengið áleitar. Það sem að sér kannski kostnaðinn þetta, það er auðvelt að tengjast appinu, það ert ekki að vera að kaupa einhvern auka fítusíða, þú bara kaupir stöðuna og það er mjög auðvelt að forrita hana sko. Já, ég gæti gert það sko. Nákvæmlega Krissi. En þú veist, þetta er kemur með einum svona chips og verður að kaupa fleiri og verður ekki dýrir. Þú talar um þessi 2 víra. Já. Er þessi 2 víra bara spennutengin? Já, þetta er bara tenging. Er þetta bara tenging á milli? Nei, þetta er bara 24 átta tenging sko. Þannig að tæknilega getur verið með bara sérspenni fyrir þessa stöð og sérspenni fyrir hérna? Nei, þú þarft alltaf að tengja á milli til þess að fá tengingun á milli sko. Það er það sem ég er að Já, fyrir ekki. Þú getur ekki alltaf verið með þú vilt hafa alltaf inn í tækið. Já, ég meina, þú veist, þetta er ekki að tala saman yfir þráðlast net? Nei, ekki þráðlast net, nei. Þetta er börs í leiðinni. Þetta er bara börs í leiðinni en samt IP. Hvað segur spennunni í rafleysingum? Hérna. Hún tekið nú stöðinni sjálfur. Það er svona og hún er IP55
og gefur alltaf með bóksinu. Þannig að ég er hrikalega spenntur að ég ætla að taka nokkrar stöðar inn, að ég veit ég ætla að selja þetta, sko. 7 tómur skjár, auðvelt að setja hann á vegginn. Þetta er fyrir Róðadós. Þannig að það er allt sem bara velja með þessu og þetta er ekki dýrt, sko. Svona stöð gæti verið kannski 30 eitthvað skall. 7 tómur skjár. Andri, þessi rammi í kringum skjáinni, því að þú sentimeter fyrir aftan. Nei, hann er bara svona. Á hvernig hérna, má ég sjá, það festist bara á vegginn þá? Já, þetta er bara bracket sem fer. Já, frábært. Ég taka mig upp. Bara svona bracket. Og þetta er svona sem kannski manni hefur vantað, sko. Ég veit að sanngirnissaðilar selja svona, hann er dýrari. Er til eining sem að, þú notar með lykilinn að útistöðunni? Já. Er til eining sem er eingöngu sá skynjari, eins og í bílageymslu? Ekki eins og er frá þessu. Ekki eins og er frá þessu. En þetta er allavega eitthvað sem ég mun taka inn og vera með til sölu, sko. Þannig að allt viðmót í þessu, þetta er þægilegt, þetta er bara, hérna get ég séð misskól. Þetta er allavega, ég segi það að þetta sé, að ég átti að geta sleppt að þessu, sko. Það er að geta sett inn auka dropa inn á kerfið. Já, það bara kaupir auka dropa, sko. Hvernig virkjar hann á kerfið? Á dropið, til að forrita nátt við. Já. Það bara heldur inni, þessum takk og heldur þessu inni, við. Þannig að þarf að fara hérna inn, staðfestan, fer niður, heldur þessu takka hérna inni og setur hann upp. Og verður alltaf að fara fyrst í inntakið, síðan niður. Það myndi ekki mega neitt sens ef einhver kæmi, þetta myndi bara alltaf halda, komast inn, sko. Það myndi ekki mega sens, sko. En allavega það er hægt að þú verður að fara í inntakið, setja hérna, ég held að ég minni þessi setti, sko. Ég held ekki bara að vera með, hvað segja, snýra vitlaust. Þannig. En bara hún í að naugast, sko, ég sé alltaf hann svona, sko. Þannig að þetta er hérna í setupinu. Þá velur við bara þá velur maður bara RFID og svo setur þetta bara upp, sko. Mjög easy, sko. Þannig að hvernig stökur þessa? Þessu IP. Já. Já, ég verði að taka mig aftur upp, alltaf frábært. Þegar það hringir, Já. hringir þá leið í símanum eða býður? Nei, hún býður aðeins, sko. Hún opnar, kemur svona og svo kemur hún núna. Þú þarft ekkert, skilur það. En þú getur ansað á báðu stöðum? Já. Það er bara, já, hann er bara priority, sko. Það er ekkert mál, sko. Það fá eitthvað svona stöð? Ekki. En þetta er eins og ég segi, þetta er ekki sama fyrirtækið. Þetta er þýskt. Og þannig að þetta verður bara vonandi fín söluvara, sko. Maður sér oft nefnilega í gömlum húsum, þá taka menn úr og þá gatinn í veggnum og þetta geta alveg komið inn í það, sko. Þannig að gatið ég held ég sé með eina held ég sé að koma með kom ekki með nei, ég er klukk koma með já, beti, neðan það verður svona þetta er álprófílinn þannig að þú veist, þetta er svona það sem mun koma og þannig að með tímanum mun það alltaf lækka því meira segja framlega því
Þeir eru svo með sparbyrna þegar það er komið. Kostuði fyrst alveg augun úr sko. Þannig að þetta er svona... Þetta er spennandi, það er þróun í þessu öllu saman. Já, ég meina þetta er náttúrulega bara... Það er eins og dýrasímanum eins og allir, þetta er alltaf að Já. hún er tengt og... En þetta er líka svona upp á lyklalaust aðgengi eins og fyrir krakkana. En það er alltaf svona áberandi með þetta er gæðalegt. Já, ég meina... Hann heldur vel utan það sem hann er að gera. Já, ég meina þeir hugsa raun og veru hvað fólki vill, þörfin sko. Það er íslenska veðráttu. Já, ég meina, þú veist, en ég get að sagt Það ekki... er ekki að prófa þetta, hann var að koma með þetta inn í ísklakka þarna. Já. En þetta er náttúrulega sko IP55 segja þeir. Og ég talaði nú við það í gær, áður í að því ég var að koma hingað. Og þeir segðu það, og ég sagði ok, ég meina, allar TC-stöðarnar sem fara út spreyið með sílikonspreyið. Alveg saman átt að þóli prentblöðuna, það er lakk á prentblöðunum. Skiptir ekki máli, þú veist, þetta er öðruvísi. Þannig að ég er með stöðunar á Héðinsgötu sem bara við sjóinn og ég lakkaði hana og hún er ekki búin að slá feilpúst í að ég allan ekki þyrft sko. Hún er ennþá þarna því ég fór síðast fram hjá sko. Og það eru 5 ár síðan. Þessi er ekki lagsbröðu? Þessi? Nei. Þessi lagsbröðu, IP55 sko. En ekki náttúrulega sílikon, ég spreyja bara á það sko. Nema þess að sem er inni, það þarf náttúrulega ekki að gera, það er náttúrulega ekki svona stöð inni, þetta er yfirleitt úti. Svona einni búið að gera allavega hana. Þannig að allavega ég eins og segja, ég er mjög spenntur fyrir þessu. Hún verður komin upp á vegg núna á mánudag þegar ég mæti vinnu. Þannig að en það er náttúrulega, þær eru dýrar náttúrulega þessar stöðar hérna, stöðarnar sko. Þær kosta meira. Það er náttúrulega 7 tómmu skjár. Það er svona að menn vilja fá hérna til að sjá stærri flöt sko. Það getur líka verið með fiskauga í þessu. Svona fissæ. Þegar hringir. Þannig að það er ímislegt sem mæli með þessu sko. Þarf það að vera vinnustöð? Ha? Þarf það að vera vinnustöð? Það er ekki nátt að bara síma? Nei, þú verður á vinnustöð líka. Verður þess að þú náttúrulega tengir þig við inn í stöðina sko. Já, Hún er bara að tengja síma við þessa. Hún er bara að tengja síma á þessa stöð. Og því Wi-Fi er í þessari stöð. Hún er ekki í raun og veru hérna. Hann er náttúrulega líka þegar þú komur þeir íbúðum og þetta tengja síman við þína stöð. Já, þína stöð. Ekki málkall. Það er einhver stuðningu við svona heimasöldunarkerfið, Alexu eða eitthvað af þetta? Alexu? Ég veit ekki, ég vil nú alveg viðurkenna það. Þetta kom bara í fyrradag. Það er mjög góð, bara takk fyrir komuna. Þetta kom bara í fyrradag. Þannig að það er aðeins að svona skoða betur. Já, ég bara fór hratt yfir þetta. Hringdi okkur símtölu út, talaði við þá. Það sem ég finnst þyrfti ekki að segja. En er bara svona... Ha? Er þetta bara framtíðin sko? Já, þetta er bara framtíðin sko. Ég held að Krissi hefur komið svo heim til sín eftir mánuð. Sagt Gaupur alltaf ekki til þessum að gera með sko. Já. Ef við ekki bara þakka þér fyrir þetta? Jú, bara... Við vorum menn að fara. Já. Ég er búinn sko. Það er eins og við vilja sko. Þetta er frábær kynning. Sjá þetta allt saman. Já, takk fyrir það. Maður er bara alltaf gaman að sjá